viðnám. Spennugjafi og 2 viðnám hérna raðtengd. Svona. Og svo spennugjafi og 2 viðnám hliðtengd. Svona. Þetta þurfum við að hafa alveg á hreinu hvernig við vinnum þessar 2 þessar rásir. Ef þetta hér er R1 hérna, þetta hér er R2, þetta hér er R1 hérna, þetta hér er R2. Heildarviðnámið er að finna hér. Það segir bara heildarviðnám, skrifum bara það bara hérna. Heildarviðnám er jafnt og R1 plus R2. Heildarviðnám hér. Heildarviðnám er jafnt og R1 sinnum R2 deilt með R1 plus R2 eða 1 á móti R1 plus 1 á móti R2 jafnt og einhver tala deilt upp í 1 einhver tala. 2 ólíkir reikningar til að finna heildarviðnámið. Og eini munurinn á þessu er svokar, já það er þetta heildarviðnám. Og stundum verður það rugla þessu saman og notið þessa aðferð hér, hérna, stundum fæ ég frá okkur þar sem við notið þessa aðferð á báða og stundum bara, þetta fer bara allavega í klessu hjá mörgum. Þannig að endilega þokkar raðtenging, þá leggjum við hérna saman. Þetta er lítið bara svona slöngu, þetta er bara svona vatnslanga hérna og hún er klemmt saman hér og hún er svo klemmt saman hér aftur, hvernig svona. Og heildarviðnámið í slöngunni, það er þessar 2 klemmur samanlagðar. Meðan að hérna ertu með eina 2 slöngur sko, hlið við hlið, einhver klemma og svo önnur slanga hérna, einhver klemma. Eitthvað mikið af vatni hér og vatni hér og þá verðum við að gera þetta svona. Hérna með því leggja saman klemmurnar í raðtengingunni. Þú skulum bara gefa okkur einhver dæmi, einhver óma á þetta og hendum þessu uppstakast hérna. Segjum bara hérna bara 20 ohm hérna, 30 ohm hér, við höfum sömu viðnám hérna. 20 ohm hérna, 20 ohm og 30 ohm. Við höfum sömu spennugjafa, 24 volt hérna, 24 volt. Sami spennugjafi, sömu viðnám. Og nú spyr ég ykkur, það er alltaf þetta sama, það er heildarviðnámið og hvaða spenna er yfir hvort viðnám. Hérna, segjum bara hérna, við skulum bara nota þetta bara R total, RT, þetta er jafnt og sem sagt, RT er resistor, það er enska orðið fyrir viðnám, og total er heild. Total jafnt og heild. RT er bara resistor total. Það höfum bara kannski, þetta er kannski flókið þokkar. Skrifa bara heild hérna. R-heild, R-heild. Heildarviðnám er jafnt og 20 ohm plus 30 ohm jafnt og 50 ohm. Svona. Og til að finna spennufallið viðnámið hér, við skulum tekast það í mynda af þessu. Svona, þetta er bara svona, við skulum hafa það bara svona hlið við hlið. Eða svona, hvort er það? Já, svona. Svona. 24 volt hérna og hér er 20 ohm og hér er 30 ohm. Svona. Og því að finna hvað mælið með voltmæli hérna yfir og hvað með voltmæli hérna yfir. Og þá þurfum við að byrja að finna strauminn í rásinni, hérna I. Og til að finna hann tekni í nýja rás, 1 spennugjafi og 1 viðnám. Svona. Og það er þá 50 ohm hérna. Þessi 2 saman lögð, 50 ohm, 24 volt hérna, óslómálið, U, I, sérum R, svona, við viljum að finna I hérna, hendin yfir I, deilið viðnám upp í spennu, I er jafnt og U deilt með R, 24 volt deilt með 50 ohm. Svona, ef ég hafi þetta bara 25 volt okkar, 25 volt. Þá fáum við betri tölu út úr þessu. Það hlýtur að vera. Svona. Þetta, 25 volt. Sjá. 25 deilt með 50
0,5 ampere. 0,5 ampere. Þannig að straumurinn fyrir rás hálft ampere. Hérna, I jafnt og 0,5 ampere. Svona. Þetta sama rásinn. Hvað var það strauminn og heildarviðnámið? Heildarviðnámið, sami straum og finnum við strauminn, það svo sami hér. Hér fyrir rás alls staðar 0,5 ampere. Hérna og hérna. Svona. Og þá vitum við tvennt viðnámið, hvort viðnám fyrir sig. Við vitum hvaða mörg ohm og við vitum strauminn í því. Og spennan yfir það, þetta hendin U, spenna jafnt og straumurinn sinnum viðnámið. Þannig að hér UR1, spenna resistor 1 jafnt og I sinnum R. Og það jafnt og alltaf í amperum, 0,5 ampere sinnum 20 ohm. Þetta eru 10 volt. Og UR2 jafnt og sami straumur, 0,5 ampere sinnum 30 ohm, þetta eru 15 volt. Samanlagt 25 volt. Svona. Hér eru 10 volt, hér eru 15 voltin yfir. Hérna sjáum við, eru 10 volt og hérna yfir eru 15 volt. Spennufallið hér pluss spennufallið hér spennugjafans. Spennufall, það orð, það þýðir bara að spenna sig í mæli yfir hlut. Það fellur, af því að það straumur í gegnum hann, þá fellur spenna yfir þetta. Það er bara spennan yfir R1 10 volt og spennan yfir R2 15 volt. Og svo þið beðnir að finna yfir þetta alltaf í þessum dæmum. Þá þurfum við að finna hve mikið afl eyðist í einhverjum hlut. Watt hérna, wattrýtingurinn, I sinnum U, svona. Og segjum bara hve mörg watt eyðast hér í R1. Watt R1 jafnt og U R1 sinnum I R1. Þetta þýðir spennan yfir viðnámi nr. 1 sinnum straumurinn í gegnum viðnámi nr. 1. Það er hér 10 volt yfir og straumurinn hér í gegn hálft ampere. Þannig að þetta jafnt og 10 volt sinnum 0,5 ampere. Þetta jafnt og 5 watt. Þannig að þetta svona grunnurinn að því að geta allt sem á eftir kemur hjá okkur í transistorum. Raftengd rás, sami straumur í alls staðar, getið lagt saman viðnámið og ef það hafi spennuföll eða spennur yfir í hluti, þær sama lagðar alltaf spennugjafans. Ok, þetta raftengd viðnám, raftengd rás. Nú skulum við hendast í þessa hérna, hér, og sjáu þið nú, skulum bara hérna bara hérna. Hérna 0,5 ampere. Hér. Og þau eru sameiginleg hér, amperinn, straumurinn, en sikkur spennan. Hérna vorum við með 15 volt hérna. 15 volt og hérna vorum við með 10 volt hérna. Svona. Og aflið í R1 hérna, watt R1, voru jafnt og 5 watt. Svona. Þú sjá svo muninn á hinni rásinni. Alveg sömu stærðir á öllu, en önnur tenging. Hliðtenging, ekki raðtenging. Svona. Ég ætla að teikna þessa mynd stærri og ég ætla að teikna hana tvisvar sinnum. Sjáum það til. Hliðtengda rásinn spennugjafi og svo viðnám hér og svo viðnám hér. Svona. Og þetta eru 20 ohm hérna og 30 ohm hér. Svona. Og 24 volt hérna, 25 volt hérna. Og hækka spennan á 1 volt. Heildarviðnámið hér, þá notið þessar formúlur hér. En þið þurfa að átta ykkur samt á því að við notum bara þessi tvö viðnám saman í heildarviðnáminu.
Þegar þið þurfum að reikna strauminn í gegnum hvort viðnám og finna hvað annað að hitna mikið og kolli, þá getið þið þá fínt að ímynda ykkur rásina svona. Viðnám eru sitt hvor með við spennugjáfann, svona, og þetta sama rásinn. En þið sjáu hér betur að þetta viðnám hér kemur spennugjáfann þessu hér ekkert við. Hér bara spennugjáfi sem fæði þetta viðnám hér. Hér sami spennugjafinn, svo fæði hitt viðnám og þessi viðnám eru ekkert að tala saman eða vinna saman nema þeir þurfa að finna heildarviðnámið. Þá þurfa að hafa þau saman, annars verður það algjörlega sjálfstæð. Það viðnám hérna, spennugjafinn, það viðnám hér, spennugjafinn. Þannig að þetta er svona lykilatriði til að geta leyst það hennu. Við byrjum bara að finna heildarviðnámið, R-heild hérna, R-heild, og gerum báðum þessum aðferðum. 20 sinnum 30 deilt með 20 pluss 30, einhver tala. Svo tökum við hérna 1 á móti 20 pluss 1 á móti 30 er einhver tala, deilt upp í 1 hérna, jafnt á x, deilt upp í 1, svona, og það saman út úr þessu. Og þetta eru þetta ekki 600? 20 sinnum 30, 600, deilt með 50. Þetta eru 12 ohm hérna. Þetta eru 12 ohm. Þannig að mér finnst best að gera að breyta þessu broti yfir það sem kallað almenn brot. Það er að segja, ég geri hérna bara, já, vélin minni 1 deilt með 20. Fyrst 1 í vélina, svo deilingamerkið og svo 20 og þá fá út eitthvað 0, eitthvað. 1 deilt með 20. 0,05, þetta er jafnt á 0,05 og hérna 1 deilt með 30 jafnt á 0,033 endalaust. Þetta er x-ið. Þessi tala pluss þessi er x-ið hérna. Og þetta pluss 0,05, x-ið er jafnt á 0,833. Þetta er jafnt á 1 deilt með 0,8 nei, 0,0833 0,0833 og þessu deilt upp í 1 hérna, það var 1 á undan í vélina, 1 deilt með ansver 12. Þið getið gert það allavega. Sumar ykkar vélum eru með svona brotatakka, getur slegið þessu bara beint inn, en þið þurfum bara að kunna að helst þessar báðar aðferðir. Svo hérna, margfaldið saman upp á tygginu og leggið saman undir, eða 1 á móti pluss 1 á móti, einhvern tala. Og ekki gleyma þokkar. Margir ekki að gleyma ofta að deila svarinu hérna upp í 1. Þið verður að gera það. Þetta hér er x-ið. Og deilið upp í 1. Ok, heildarviðnámið 12 ohm. Gott að vita. Eða bara það spurtu nætt, fyrstu dæmi. RH hérna, R-heild, jafnt á 12 ohm. Svona. Svo er spurt, hver er spennan yfir hvort viðnám? R1 hérna, R2 hérna, R1 er jafnt á R2 jafnt á 25 volt. Það sama spennugjafans á bæði viðnám. Það er heill vír hérna og hingað og heill vír hér og hingað. Hér 25 volt, 25 volt hér á milli, 25 volt, alls 25 volt og heill vír hér, 25 volt. 25 volt yfir þau bæði. Þannig að nú er það að finna strauminn í gegnum R1 og í gegnum R2, hér og hér. Og þá getum við bara, þá verðum við bara með hérna sem þetta hér er R1 hérna. R1 gæðin hér. Hér er 25 volt þetta og þetta er 20 ohm. Þetta vitum við með R1. R1 kemur, þetta er ekkert lengur við, ekki neitt. Þetta er bara sjálfstætt viðnám sem er bara fæst rafmagnsins frá þessu spenningi á hérna. Þetta er bara þessi rás hér, búið. Þetta er hérna viðnám, það er bara þessi rás hérna. Þetta hér kemur við ekkert við. Þetta eru algjörlega sjálfstæð viðnám þegar við komnir í strauminn. Í raftengingunni var straumurinn sameiginlegur
Hluttekjunum er spennan sameiginleg. Hér er þessi spennan, 10 volt og 15 volt í viðnáminn. Hér er sama spenna. Ok, hér, er 1. Þetta er Deilið viðnámi upp í spennu. Deilt með R, 25 volt, deilt með 20 ohm. Þetta er 1, eitthvað ampere. 25. Sjá, 25 deilt með 20. 1,25 ampere. 1,25 ampere fyrir hér niður. Hitt viðnámið, alveg eins, sjálfstætt viðnám, sínum eigin heimi, hér upp eru 25 volt og það er 30 ohm. Og hér, er jafnt og 25 volt deilt með 30 ohm. Og þetta gefur okkur 0, eitthvað. 0,83 ampere. 0,83 ampere. Þannig að hérna er 1,25 ampere og hérna er 0,83 ampere. Og svo er það að finna hver mörg vött eyðast, tökum bara hérna R2 því það er með lillir tölu. Vött R2. Hvað eyðast mörg vött sem hiti í R2? Það er margfeldið á spennir yfir R2, sem er straumurinn í gegnum það. Hendinni vött hérna, straumurinn sinnum Það er jafnt og R2 sinnum R2. Og þetta er jafnt og 25 volt sem er yfir það, sinnum 0,83 ampere. Út er svo fáum við ykkur að tölu. Sjá. 20,8 vött. 20,8 vött. Svona. Og nú sjáum við munin á svona kannski, straumurinn sem er hér í heildarrásinni er þessi straumur pluss þessi. Og það er þá 1,25 pluss 0,833. Þetta eru 2 ampere. Þetta eru 2 ampere hérna. 2 ampere sem kemur úr spenningjafanum. Hér er 1,25 og hér er 0,83. Þessa tölu eigið að fá líka ef við notum heildarviðnámið. Hvar fundum við það áðan? Hérna, 12 ohm. Hérna, 12 ohm. Ef við deilum 12 ohmum upp í 25 volt, þá fáum við 2 ampere, cirka. Þannig að því að þessar tölur eru bara eins og eitt viðnám, þessa rás má teikna sem svona rás með einu viðnámi sem er 12 ohm. Hér 25 volt. Þetta eru 2, eitthvað þið vitið, 2,05 ampere eitthvað fóliðis. Og sjá. 25 deilt með 12 er 2,08. Við höfum þetta bara 2 ampere. Þannig að hér eru 2,08 ampere. Svona, meðan hérna var 0,5 ampere. 2 þrengingar koma hvort eftir annarri, miklu minna rafmagn í rásunni. Hér eru það hliðtengdar, sömu þrengingar, farið bæði rafmagn til í gegn og svo hér meira rafmagn, fjórfalt meira rafmagn í þessu tilfelli. Og þetta er alveg sitt hvor heimurinn. Þetta er hliðtengingin, einn á móti hérna, eða þetta hér, eða fyrir hér. Þetta tvennt þurfum við að hafa á henni, munin á raðtengingu og hliðtengingu. Flott! Þetta er svona upprifjun. Og hérna, af því í dæmónu þegar við byrja að reikna transferdæmin, þá þurfum við alltaf, við höfum bara verið með raðtengd. En ef þið farið í rafeindavirkjun, þá þurfum við að reikna beistraumana stundum, eins og þessu hliðtengdir. Svona, burt með þetta, allt saman. Svo nú hljóðum við aðeins bara að byrja á því að rúlla yfir transistor.
Transistor, já, tökum eitt hérna dæmi en ég ætla til að útskýra, til að rifja upp með ykkur. Við erum með spennugjafa. Við skulum hafa svona dæmi í verkefnum sem kemur í hérna næstu viku. Viðnám og díóða. Venjuleg afreiðsdíóða. Hér 10 volt. Og við gefum okkur að við erum hérna sem að sé bara 200, sem bara sé bara 300, já, 10, sem bara sé 500 ohm. 500 ohm. Þetta kannski of mikið. 50 ohm. Það var 50 ohm. Og ég spyr ykkur, hver spennan yfir díóðuna? Hver spennan yfir viðnámið hér? Og þið vitið að þegar að díóða í leiðandi átt. Hún leiðir þegar þið hafið plús hérna á anóðuna, hér plús, þá leiðir hún. Ef við snúum hinsegin, þá þetta svo opin rás, eins og vanti bara hérna, opin rofið hérna, en nú leiðir hún. Og þá alltaf yfir hana 0,7 volt, og þetta samargamunni í transistorinn, við erum með 3 kubba, NPN kubb, NPN transistor, svona, hér baseinn, hér kollektorinn, og hér emitterinn, og svona díóða, hún eins og svona 2 kubbar hérna, N og P kubbur, svona, hér skautinn, anóðan, katóðan, að baseinn sér þetta bara eins og díóðu, hérna. Við hafa þetta, rétt hérna, P kubburinn hérna með hendi og N hér, svona þá alveg eins. Þetta, hérna fara inn í P-ið út úr N og baseinn sér eins hér, þannig að þetta bara eins og díóða, hérna og hingað. Og þess vegna höfum við alltaf milli base og emitter 0,7 volt. Þetta kallað base emitter díóða. Hér á milli, þetta eins og díóðan hér, svona. Þannig að hér 0,7 volt. Og þá vitið þið að spennan hér yfir, pluss spennan hér yfir, 10 volt. Þannig að hér 9,3 volt. Svona. Og nú þið að finna út strauminn í rásinni. Hver straumurinn fyrir rás? Hvað renna mörg ampere gegnum díóðuna? Hérna. Hvað ID1? Straumur díóð nr. 1. Það sami straumur hér og hér. Þið vitið bara 1 díóðuna, 0,7 volt. Þið getið ekki reiknað eitt út úr henni. En þið vitið tvennt viðnámið. Þið vitið spennun yfir það og hvað mörg ohm. Og þið fundið strauminn gegnum það. ER1 jafnt og U deilt með R. 9,3 volt deilt með 50 ohm. Og nú fáum við 0,1. 9,3 deilt með 50. 0,186. 0,186 ampere. Þetta jafnt og 186 milliampere. Þessi 3 sæti hér, þetta milli. Sko, þetta svona 0, 0, 0, komma hérna, 0, 0, 0, komma hérna, 0, 0, 0. Hérna væri þetta væri 3 hérna, 3, það væri 3 ampere. Hér milliampere. Næstu 3 mikroampere. Næstu 3 nanoampere. Þetta mínus 3, af því hér 1, 2, 3, mínus 7, af því hér komið upp í 6, og þetta 9. Þetta hér sem 10 í mínus 3, notið veldinn. Og tökum bara dæmið okkar. Við skulum segja bara að hérna séu, að hér standi, að hér þetta séu 0,02, þið fáið reikningin ykkar 0,02. Og þá getið þið haft eitthvað sem 0, sem þið getur einhver mál með þessu 0 hér. Bara í hvaða sæti þetta hér? Jú, hér 20, hérna verða 200, hér 20 og hér 2. Þetta hér 20 milliampere. Af því að þetta 2 hér og 0 hérna 20 milliampere. Ef að 2 væru hérna, ef það væru hér, hér 2, þá sjáum við þetta bara 2 milliampere. Og ef það verður hérna,
þeir eru hér, þá er þetta 200 milliampere. 200 milliampere. Þeir eru, sem sagt, hér eru 200, hér eru 20 og hér eru 2. Þetta verður að hafa á hreinu. Herðið, út úr þessu, já. Þannig að hér er strömmurinn 186 milliampere sem er jafnt og 0,186 ampere. Við notum þetta alltaf á þessu formi hér þegar við erum að deila margfalda. Ef við ætlum þetta hér form, þá þurfum við að skrifa 186 sinnum 10 í -3 á vélinni ykkar. Þetta er það sama á þetta hérna. Þið situr umlega að taka 3 hérna, hér fyrir framann, bom, 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 hérna, 0 hér. Heyrðu, ok, þannig að strömmurinn hér er kominn og nú spyr ég ykkur hvað eyðist mikið afl í díóðunni hér. Hvað hittar þessi díóða mikið? Vitið spennan ykkur hana? Vitið strömminn tekum hana? Margfaldið 0,7 sem er hérna strömm, fáið vöttin. Vött er jafnt og í sinum öðu. Þannig að vött í D1 er jafnt og U sinnum I. Þetta er jafnt og 0,7 volt sinnum 0,186 ampere. Einhver tala í vöttum, hérna og í vöttum. Og vöttin sem er í viðnáminu, vött R1 U sinnum I, það er að segja spennan yfir hlutinn. Þetta var UD1 hérna og ID1 og hérna var UR1 og ER1 og hérna verði það 9,3 volt sinnum saman strömmur, 0,186 ampere. Jafnt og einhver tala í vöttum. Ok, þetta er inn hérna. 0,7 sinnum 0,186 jafnt og 0,13 watt og hérna 9,3 sinnum 0,183 1,7 watt. Og af hverju skiptir þetta máli? Þetta þurfum við ofta að gera, alveg saman hvað það hann er að gera. Hluturinn, það er að segja viðnámið hér, þarf að þola 1,7 watt áður en að brenna. Litlu viðnám sem við höfum verið með upp í skóla, þau eru kvart watt, þau þola bara 1/4 watti. Við þurfum að kaupa hérna miklu stærra viðnám, þetta við erum að nota upp í skóla. Það þarf að þola, ég segjum bara 2 watt allavega, áður en það eyðileggist. Og díóðan hún þarf að þola 0,1 watt áður en það eyðileggist. Þegar þið farið að kaupa hluti í búðunum, þá þurfum við að biðja fyrst ákveðin fjölda viðnámum, þú veist hve mörg ohm, og svo ef við fólki spyrir ykkur, hvað þarf það að vera mörg watt? Hvað á það að þola mikið straum? Og þannig að þetta að geta reiknað vöttin er alveg krúsíalt í öllum svona rásum. Ok, þetta er einföld raðtengd rás og þetta svona dæmi munið fá núna í næstu viku. Það að segja, ég spýði til á morgun. Þið munið fá, eins og vorum á með raðtengd dæmi, hliðtengd viðnám og svona dæmi. Þetta er raun bara eins og base emitirinn hérna á milli. Þetta er bara að æfa ykkur að reikna þetta dót. Ok?